Þá ætlum við að halda áfram hérna í föstudagsþættinum og næst ætlum við aðeins að fara yfir fréttir vikunnar sem að voru nú töluvert margar, held ég að sé óhætt að segja, og ætli mútur málið stóra sé ekki það sem að standi upp úr. Þetta var rosalegt. Já, þetta var svolítið svona farsakent. Getum við ekki orðað þannig að hans að vera íkja neitt sérstaklega? Sápuóperu. Maður beið vel eftir svona allan, hvernig var þetta á þriðjudaginn sem það kom upp? Maður beið eftir svona allan daginn að það kæmi einhver og segði nei, fyrirgefðu, þetta var bara grín. Já, djók. Já. En þetta er samt sem áður bara að forsætisráðherra landsins, það sé verið að það sé staðreyndin að hafi verið að reyna að hafa hún fé með mútum. Það er rosalegt. Já, og það er ótrúlega. Og þetta mál á sér engin fordæmi, þannig virðist vera sko, ekki svona í svona umfangi eða, ég veit nú ekki reyndar, ég heyrði nú einhverjar upphæðir nefndar, man nú ekki hvar. Nei. Og þannig að þetta er svona, þetta var svolítið stórt og mikið sko. Og náttúrulega svolítið, mér finnst reyndar mjög spes að bréfið hafi verið sendt til konu. Ég er ekki ennþá alveg búin að átta mig á samhenginu þar, sko. Ég held að við getum alveg giskað á að sé ekki öll kurl komið til grafar í þessu máli, en fyrstu viðbröðin voru náttúrulega, einhvern veginn var bara, það voru allir hlæjandi. Já. Það er eiginlega það fyrsta sem er svolítið fyndið. Twitter logaði af djóki og Facebook og allir samskiptamiðlar, þar sem að, já, það var bara stólpa grín gert af þessu máli. Já. En það er sumulítið eðlilegt, sko, auðvitað máli grafalvarlegt, en með þær upplýsingar komið fram að þá var svona köflum eins og við sagðum á svona farsakent og svona eins og úr handrit eftir þá Coen-bræður svona Fargo eitthvað kom eitthvað upplýsingur að bréfi hefði verið hvað blanda af handskrifuðu bréfi og svona úrklippum úr blöðum og einhvern veginn. Og þessi bláa íþróttataska, var það grín eða var það raunverulegt? Ég hreinlega veit ekki, það tapar fræðinu hvað er sagt og hvað logið. Þessi eiginlega frétt stendur upp úr kom síðan var bara önnur frétt á RÚV þetta kvöld vegna umsáturs ástands byssumanns sem var síðan bara ekkert heima hjá sér. Nei. Vera svona ekki frétt hálfgerð. Já, eins og segir, blessaður maðurinn var vist ekki heima hjá sér en allavega, ég veit ekki alveg hvort að það fekk staðfest fyrir rest en að einhver ummerkjum hefur verið að skjóta hann og girðingun hann fyrir utan einhver tíma náttúrulega. En vissu ekki hvort það hefði endilega verið þarna? Og ekki endalega staðfest held ég hvort að þetta voru skotkvelli sem heyrðist þennan dag eða ekki og þetta var allt svona einhverju lausu lofti fyrir rest og það verið svona ástand á tímabilinu. Já, maður sá þarna mann liggjandi í grasi, sérsveita mann með byssu. Ég vissi ekki einu sinni, maður einmitt horfði á fréttirnar og byrjaði með því og svo kom múturmálið og maður bara, hvað er að gerast? Ég skrátti borgarinnar og var að keyra á Miklubrautinni þegar ég var að hlusta á fréttirnar og ég bara, guð minn góður, best að koma sér aftur norður bara. Stórhættulegt. Bara í Kópavogi og Hafnarfirði og allt að gerast. Þetta var svona, þetta var allt hálffarsakent. Já, þessi þriðjudagur var mjög sérstakur. En enga síður kannski stóra fréttamálið er líka þessi stað á atvinnumarkaðnum. Þetta er að verða ansi, ekkert verða, þetta er orðið fyrir löngu ansi alvarlega stað. Það er ekki orðið hvað 8 eða 9 vikur 9 vikur hjá BHM og hjúkrunarfræðingarverkfalli og ýmis innanmanna hérna félög og nefnbund þannig að svona það maður heyrir er tiltöl lítil hreyfing á málum. En er þetta ekki svolítið sérstakt að þetta er alltaf að gerast en það virkar eins og að sé eiginlega engin hreyfing á málum? Nei, einmitt. Það hlýtur að fyrir það sko að við svona hugsa æ meira það hlýtur að vera einhver svona fundamental galli bara í kerfinu hjá okkur. Komið svo oft upp fyrst mann svona vinnumarkaðsdeilur undanfarin ár. Ég vissi ekki svona kannski umfangsmiklar eða svona umfangsmikil verkföll en það er eins og okkur takist einhvern veginn alltaf að vera með einhvers konar svona launadeilur í gangi. Einasta ári kom upp svona stórir punktar sem við horfum í kringum okkur sko bara á Norðurlöndin að við höfum búið lengi í Svíþjóð að þetta rifist þar kaup og kjör en það verði ekki eins svona umfangsmiklar deilur og ekki eins stóru og áhrifamikil verkföll eins oft allavega. En það er náttúrulega líka bara þessi grundvallar hlutir sem við verðum að tala sem er náttúrulega lágmarkslaunin sem er alltaf til umræðu og svo hvernig á að meta háskólanám til launa. Þetta eru svona stóru málin og einhvern tímann heyrði ég nú að það myndi gerast, ég man ekki hver sagði þetta, það gerist núna þegar konur eru orðnar svona menntaðar, þá mun launin fara að lækka
aftur, að það væri kynja sjónarmiðið að gjaldfella menntunina og við höfum náttúrulega séð það gerast í þessum svona hefðbundnu kvennageirum. Ég hugsa kannski að kennarastéttin sé svona að því það var karlastétt áður og svona hlutfallslega í samanburði við önnur laun hefur sú stétt, launin hafa verið að svona lækka hlutfallslega miðað við aðra stéttir. Ég hef heyrt að þetta hefur gerst í arkitektastéttinni og fleiri stéttum þar sem að svona þegar koma fleiri konur inn að þá virðist þetta að vera, en það er bara launamunur. Það er kynbundin launamunur. Við okkur einhvern veginn allar mjög seint og illa að takast að leiðrétta það. Svo átti Yngvi líka innkomu í kæramálin. Já, ég veit ekki hvað maður að... Það er bara lauslegar afspurnar af því að já, gaf sem sagt hjúkrunarfræðingum það ekki bara puttan? Jú, það var bara þannig sko. Ég sá þetta nú ekki, ég sá bara fréttir þetta sko. Ég veit ekki hvaða við getum sagt að það lýsi. Nei, ég held nú satt að segja að það segir talsvert meira um hann en nokkuð til hjúkrunarfræðinga. En ég á einhvern veginn alveg svo mörg mál eftir að ræða, en tíminn að hlaupa frá okkur, eitthvað örstutt í lokin? Já, ég verð að nefna sko það sem er stóra frétt vikuna líka, sem er kannski svona mikilvægasta samfélagsfréttin að einhverju leyti, ég ætla ekki gera lítið úr verkföllunum en hinar kannski meira. Það er þessi bylting sem hefur orðið á beauty tips gegn kynferðisofbeldi sem er bara alveg ótrúlega merkileg og var náttúrulega mikið í fréttum hann í upphafi vikunar en á þriðjudaginn að það bara kollsteyptust alla fréttir og maður ekki heyrt af því meira en þessi samtakamáttur ungra kvenna og kannski svona, ég hef hort á beauty tips aðeins í gegnum dóttir mína svona fjarlægð og ekki haft mikla trú á að það yrði einhvers konar byltingartæki miðað við svona það sem hefur verið að gerast þar hingað til en þetta er alveg ótrúlega mikil frétt og svona sýnir okkur að það er bara eitthvað fríðin nýttból og svo þetta, það er eitthvað svona bylgja í gangi. En fyrir þau sem veit ekki þá var beauty tips, þar voru mjög margar konur að stíga fram og segja frá kynferðisofbeldi og þetta er hreinlega flóðbylgja. Þetta er flóðbylgja og svona varpa sökinni á, eða sem sagt að skömminni á gerandan en ekki á þolandan, þannig að það er bara mjög mikil breyting að verða þar. Svo líka einnig dæmi áhrifamátt þessara samfélagsmiðla. Saman hvort varum á þetta, eða mitt fríðin uppból eða byltingarnir í Egyptalandi og fleiri stöðum sem einhvern veginn fer alltaf staði í gegnum netið. Og í rauninni er þetta stórkostlegt þarna að sjá þessar ungar konur standa. Mér finnst það bara frábært, þannig að við megum ekki láta hjá líða að minnast á það. Nákvæmlega. Kæra þakkir fyrir komuna og við ætlum að halda áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik og þá ætlum við að fjalla um það hvernig hægt er að virkja landann.